Sykurverk nýtt kaffihús við Ráðhústorg á Akureyri sem mæðgurnar Helena, Karolína og Þórunn Jóna eiga og reka saman. Hér göngum við inn í bleikt nammiland með syndsamlega girnilegum kökum, frönskum makkarónum, regnbogakekskökum, marenstöfum, bollakökum, snúðum, brauðtertum og alls konar kræsingum í öllum regnbogans litum. Já, hingað kemur maður til að svindla. Þetta byrjaði í rauninni með því að eftir að börnin mín fæddust þá langaði mig ótrúlega mikið að gera fallegar afmæliskökur fyrir þau og ég fór bara á YouTube og alls konar og var bara að lesa mikið til bakstöður og svona og hvernig maður ætti að gera fallegar kökur og mér langaði ótrúlega mikið að deila þessari hamingju með öðrum, hamingjuna að fá fallega köku í afmælisveislunni sinni eða hvað sem og mamma mín hefur alltaf verið góð að baka og við höfum alltaf verið allar saman að baka. Mamma hefur bakað kökuna og við skreytum. Þórunn setur fondandi og ég skreyti. Þannig að við höfum verið ótrúlega góða saman í þessu sko. Þannig að síðan vann þetta svona upp á sig og við fengum þetta tækifæri til þess að leigja þetta húsnæði og það. Á plataðum mig út í þetta. Ég var búin að ákveða að hætta sem dagmamma. Ég er búin að vera dagmamma síðan að Þórunn Jóna fæddist. Og þannig að ég ákveða að skipta starf núna og þegar þetta húsnæði datt upp í hendurnar á okkur fannst þetta bara tilvalið að vera hérna á Ráðhústorgi. Henni fannst þetta fáránleg hugmynd. Hún var búin að kynda undir mér örugglega í 1 eða 2 ár eða eitthvað, svo ákvað ég að slá til og fannst þetta bara æðislega spennandi. Hvað er draumur að geta stofnað fyrirtæki með dætrum sínum. Þannig að mér finnst þetta yndislegt, ótrúlega gaman. En þegar þið takið húsnæðinu þá það sannarlega ekki svona útlítandi, allir þessi bleiki litur og þessi stemming hérna, hvaðan kemur það allt saman? Hvað, ætlaði að byrja með mér eða þér? Ég veit ekki, það náttúrulega bleiki liturinn hefur alltaf verið rosalega ríkjandi hjá okkur. Allavega mér og Karolínu. Og við vorum bara alveg ákveðnir í að hafa þetta bleikt. Okkur langaði bara til þess að gera eitthvað sem er alveg öðruvísi. Og bara eins og þú sért að labba bara inn í eitthvað nammiland. Hérna kemur til þess að svindla. Við Þórunn Jóna höfum líka aðeins farið út erlendis og þá getum að sé í Bandaríkjunum svona rosalega flottar kökubúðir sem eru bara svona, þær eru öðruvísi, það er ekki eins og að fara bara á venjulegt kaffihús. Okkur langaði að hafa þetta öðruvísi og svolítið ýkt og bara eins og bara sælgætisheimur. Þannig að kökurnar eru eins og listaverk og við vildum bara hafa húsnæðið eins. Hvernig reist þér á þetta allt saman þegar systir kemur með þessa hugmynd? Bara mjög vel sko, að við vorum alltaf að gera kökur saman, ég var að hjálpa henni að skreyta og baka og þannig að ég var alltaf svona á því að vera með sko. Já, fyrst ætluðum við bara að byrja 2 sko. Já, bara 2, ekki með mömmu sko. En síðan við fengum þetta stærra tækifæri. Fyrst ætluðum við bara að byrja veisluþjónustu sko. Og síðan fyrst við fengum tækifæri og opna kaffihúsi líka og ákváðum að taka mömmu með. Þannig að ég er svona meiri í afgreiðslunni og til hliðar og síðan brauðterturnar, en þær sjá alfarið kökurnar. Og veislupantanir. Og veislupantanir, já. Ég kem ekki nálægt. Þó ég hafi séð að skreyta og gera afmæliskökur fyrir þær þegar þær voru minni sko. Og ég er bara komin búin með þann pakka. En þetta hlýtur að vera rosalega skapandi starf að uppgötva nýja kökur, ný brauð og svo bara skreytingarnar þetta líka. Ótrúlega gaman. Við elskum að reyna að finna upp á nýjum brauðum. Bragðið skiptir okkur rosalega miklu máli. Það þýðir ekkert að hafa bara fallega kökur sem síðan ekkert góð brauð. Mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Mér finnst það leggja mikinn metnað í uppskriftirnar. Karolína er búin að hanna sínar uppskriftir alveg sjálf, bara út frá því sem hún er búin að prófa, sjá áfram með. Og þær eru rosalega djúsi og ótrúlega góðar. Talað ekki vegankökuna sem hún býður alltaf upp á. Mér finnst hún æðisleg þó ég sé ekkert fyrir vegan. Já, síðan er bara ótrúlega gaman að koma í vinnuna og hugsa bara, ok, hvað langar mér að gera í dag? Hvernig köku ætla ég að gera í dag? Já, það er alltaf gaman í vinnunni. Við erum alltaf að finna eitthvað nýtt og finna eitthvað, þetta er svo gaman. Þannig að það er ekkert leiðilegt að fara í vinnuna að vera í vinnunni allan daginn. Það er rosa frelsi sem lítur að fylgja þessu. Já, algjörlega. En hvernig hafa viðtökurnar verið svona síðan þið opnuðu? Bara ótrúlega góðar. Það er ekki hægt að segja annað. Það er bara, við fáum bara ótrúlega mörg hrós upp á hvern einasta dag og við vitum það að það eru náttúrulega margir sem vita ekki af þessu staði ennþá, þótt hann sé á Ráðhústorgi, en þá er þetta bara, erum við ótrúlega ánægð með það viðtökur sem við höfum fengið og bara öll þessi jákvæðu komments, bara æðislegt, ótrúlega ánægðar, bara þakklátar fyrir. Svo nær þetta líka konsept lengra, það er ekki bara bleiki liturinn sem við sjáum hérna, heldur kaffið er líka í svona
blundubollum og þetta svona, þetta upplifun að koma þetta. Viskurnar okkar eru bleikar og viskastykkin okkar eru bleikar. Og hanskarnir náttúrulega líka, áttum að sjálfsögðu bleika hanska. Já, og svo erum við náttúrulega með þetta lífræna kaffi. Við erum ekkert mikla kaffikonur sem slíkt, en við vildum hafa eitthvað gott kaffi. Þannig að Víðfell sem betur gat boðið okkur upp á þetta lífræna, Honest Organic, sem náttúrulega bara mjög gott kaffi og bara fólk virðist vera mjög hrifið af því, sem við erum mjög ánægð með. Höfðum mikið fyrir því að fá sérstaka vél til þess að mala, til þess að geta hellt upp á lífrænt kaffi. Fyrst gátu við ekki boðið upp á hellt. En þeir gátu loksins reddað okkur sérstaklega vél til þess að mala lífrænt kaffi. Þannig að við erum mjög stolt af því að bjóða upp á þetta lífræna kaffi. Eru allir jafn ánægðir með bleika litin? Ekkert einhverju litli pollar hérna sem vildu vilja sjá einhvern annan lit? Það alltaf einhverjir sem að koma inn í Barbie-staðinn og ekkert voðalega ánægðir. Finnst þetta aðeins og bleikt. Það einn og einn karlmaður, við hefum ekki heyrt neina konu minnast á að finnast þetta of bleikt, en það einn og einn karlmaður sem kemur bara, nei, þetta nóg bleikt fyrir mig, Þannig að það er bara allt í lagi. Við getum ekki verið fyrir alla, En kökurnar eru fyrir alla á móti? Eitthvað fyrir alla. En nú er þetta mjög barnvænt staður, það er mikið lagt upp á því að fjölskyldan geti komið hérna saman. Já, það var eiginlega það sem mér fannst skipta rosa miklu máli, af því ég er búin að vera dagmamma í 19 ár. Að mér langaði svo til þess að börnin gætu komið hérna og foreldrar tala mikið um það að þeim finnst vanta aðstöðu fyrir börn á veitingastöðum eða kaffihúsum. Þannig að þess vegna kom þessi hugmynd að geta boðið upp á gott leikhorn. Sérstaklega líka þar sem að ég á 2 lítil börn. Mér finnst ótrúlega erfitt að fara á kaffihús með börnin mín. Mér finnst vanta barnahorn og líka bara eitthvað til þess að gera fyrir barnafólk á daginn. Þannig að þetta er ótrúlega kósí að koma hérna og síðan erum við með ótrúlega mikið úrval af smábitum sem að kosta ekkert voðalega mikið fyrir börn. Alls konar gerðir í boði og mér finnst það rosalega mikilvægt líka að þurfa ekki að kaupa kökusneið fyrir barnið sitt á 1000 kall. Það er dálítið mikið. Hvernig er þeir eiginlega heima fyrir? Ég náðu að tala um eitthvað annað en kökur þar. Rosa lítið, Það er nú bara rosalega lítið þar sem að maður fær frítíma utan vinnu til þess að tala um eitthvað. Nei, ég hef alveg fengið það komment heim hjá mér bara, já, þú talar nú bara ekkert annað en kaffihúsið. Þetta er bara lífmanns og indi, Svo þegar maðurinn minn spyr mig hvað ég er að hugsa, þá er ég alltaf bara, hæ? Já, ég var örugglega bara að hugsa kökur eða eitthvað. Já, við erum líka búin til reglu stundum bara núna viljum við ekki neitt kaffihúsi. Bara á einhver kvöldi og bara svo við tölum eitthvað annað en kaffihúsi og kökur. En þó maður sé búin að koma hérna einu sinni, maður getur komið hérna aftur af því að það er ekki alltaf sömu kökurnar í borðinu. Já, algjörlega. Við erum alltaf með kökurvikunar. Þá höfum við eina köku með súkkulaðibotnum, eina köku með vanilubotnum og breytum alltaf kreminu. Og svo erum við með ostakökuvikunar og vegankökuvikunar, þannig að þetta er alltaf eitthvað sem róterast. En síðan eru líka fastir hlutir eins og til dæmis súkkulaðikakan okkar, hún er alltaf mjög vinsæl, hún er alltaf til staðar og eins skonsutertan með angekjötsalatinu. Gleymum ekki skonsutertunni með angekjötsalatinu. Hún er búin að vera mjög vinsæl. Og svo brauðtertuvikunar og þannig að það er svona, reynum að hafa sömu brauðtertuna út vikuna. Og svo náttúrulega sjálfsögðu makkarónunar okkar, við reynum alltaf að rótera bragðtegundir þar. Við erum alltaf að hafa frekar margar bragðtegundir í boði. Það er mjög auðvelt að taka með sér heim þá bara 6 eða 12 pakkar sem við erum bjóðið upp á. Og eins erum við með allt þetta í heimsendingu. Nei, take-away segi ég, ekki heimsendingu. Þannig að þá er hægt að taka með sér að við erum með kassa fyrir 4 eða 6 bollakökur. Og makkarónur. Já, makkarónur. Kökusneiðar og kaffi, take-away og bara hvað sem er take-away. En þú varst efins í upphafi en þú hlýtur að vera ánægð með afraksturinn og dæturnar í dag. Já, klárlega. Ég bara trúði aldrei að þetta hefði orðið svona bara skemmtilegt og bara gefandi. Því að þetta er ótrúlega gaman, já. Og mér finnst þetta mjög spennandi framtíðarstarf, eins og ég segi. Ég var búin að ákveða að skipta starf en þetta er mjög spennandi. Ég er mjög ánægð með þessu ákvörðun. Elskan hennar mömmu vill kökur og kökur, elskan hennar mömmu vill kökur og snúð. Elskan hennar mömmu vill kökur og kökur.